bara segjum kvenna vinnustöðum og kvenna hópum, saumaklúbbum, þú veist, það bara miklu meira svona vesen, það miklu meira sko vesen ef þú ert ekki alveg, skilur, ef þú ert alveg með í grúpunni, sko. Og það bara, ég held að, og mér finnst þetta eitthvað sem við konur þurfum að skoða, en þess að við erum ofta að fara mjög mikla fjallabaksleiðir að því að sýna vanþóknun okkar. Þannig að útskýra þetta betur. Já, ég að segja að það þá í staðin fyrir, og ég er að kenna dóttur minni þetta sem er 15 ára, af því að veist, þetta byrja snemma, þetta byrja bara 10 ára, að þá byrjar einhvern veginn þannig að einhver verður fúll út í einhvern eða er ekki ánægð með eitthvað sem einhver er að segja. Og í staðin fyrir að segja það beint við manneskjuna, þá farið hérna í næstu mannesku. Sko, hún var að þú veist eitthvað, og finnst þér þetta, hvað finnst þér þetta? Og þá hinn, jú, mér það laglegt. Og þá kemur þriðja, já, við bara, og þá þetta orðið eitthvað svona, og þetta verður einhver svona grúppur og miklu meira mál úr einhver sem var kannski ekki svo mikið mál. Í staðin fyrir að vera bara hreinn og beint, fara bara beint af manneskunni, segja bara, heyrðu, og bara hvert vandamálið og díla þannig við málin, af því að það miklu heilbrigðara. En þú veist, ég ekki að segja, ég sé alls saklaus að þessu, ég hef alveg þurft að feta mig í þessu líka, ég ekki fullkomin í þessu, en þetta eitthvað svona samskipta mynstur sem hjá konum og svona baknag og svona skot og eitthvað svona, þú veist, svona underhanded compliments og allt þetta, sko. Þetta vandamál og þú veist, ef við ætlum að tala eitthvað sem, ef við ætlum alltaf að vera að tala að kallar sig með eitra kallmennsku sem ég bara gúttir ekki yfir höfuð, svona almennt sé, þetta eitruð kvenmennska.